og ég ætla bara að biðja ykkur að bjóða Anton Mána Svavarsson Svansson velkomin, gjörðu svo vel. Halló. Halló. Þannig að Anton Máni Svansson og þú hefur framleitt 7 myndir í fullri lengd og 5 stuttmyndir. Fræðmyndir eins og Volaðaland, Bergreimir og Hjartsteinn og líka nýjastu myndir The Damned. Já, ég var meðframleiðandi henni, jú. Já. Og hvernig byrjaði þetta allt svona, hvað láttu þið vera svona framleiðenda? Hvernig byrjaði þetta? Já, hvernig fór ég út í það að vera framleiðandi? Já, hvernig bara, af hverju vildur þið? Já, ég geti sagt það þegar ég var í framhaldsskóla, þá hafði ég ekki hugmynd hvað ég vildi gera og þá var ég ekkert inn í kvikmynda svona bransanum eða þú veist, var ekkert að fylgjast mikið með bíómyndum eða neitt. En síðan fór ég í Háskóla Íslands, vissi ekki hvað þetta gera, en ég fór í sálfræði, heimspeki og skapandi skrif og það var svona verið að kenna kvikmyndahandrit sem mér fannst áhugavert. En á sama tíma þá byrjaði ég að tala aftur við gamlan vin minn sem var þá í Kvikmyndaskóla Íslands og hann svona byrjaði að senda mér einhverjar bíómyndir sem ég svona datt inn í og ég byrjaði bara að explora kvikmyndasöguna, byrjaði að horfa á fullu og var forvitin út af því að hann var í þessu. Þannig að ég hætti í háskólanum, fór að vinna með einhverfu fólki, fór á sambýli og fór að horfa bara á bíómyndir. Fór bara að horfa á fullu, fór bara að kafa ofan í frönsku nýbylgjuna og Assist Bíó og áttaði mig á því bara hvað er að vera kvikmyndahöfundur. Ég vissi ekkert fyrir það, hvað er svona leikstjóri sem kvikmyndahöfundur. Og ég bara fór í bíó og borðaði popp og þú veist. En ég var ekki alveg búinn að kynnast þessum heimi fyrr en þá og þá byrjaði ég rauninni bara að forvitnast í gegnum þennan vin minn og byrjaði að vera svona hægri hönd hans og þannig að þetta er svona hægt og rólega bara ég var að skrifa með honum, ég var að basically bara hjálpa við allt sem ég gat hjálpa við og ég fattaði að það voru lítið teymi að búa til stuttmyndir og tónlistarmyndbönd, þannig að ég var bara að hjálpa honum í kvikmyndaskólanum og ég fattaði svona fljótlega að ég væri ábyrgi aðilinn í hópnum. Það var svolítið svona, þannig að ég fattaði að býta ok, þetta er eitthvað hlutverk sem ég get actually framleiðandi er eitthvað sem að ekki margir virðast vilja að gera en fattaði bara að það var eitthvað sem að fittaði fyrir mig. Hvað finnst þér þegar stundum alltaf svona leikstjórar við tala stundum alltaf hvernig svona prodúserum og það har alltaf verið smá svona eitthvað svona mútur hvernig að aldrei treysta framleiðendana þeirra og það getur verið eitthvað svona og bara fikta eitthvað svona myndina eitthvað er það eitthvað svona mjög satt eða er það svona hvernig gerir þú þarna þegar þú framleiðir bara mér finnst þetta mjög leiðilegt svona þetta er mjög leiðilegt að þetta skuli vera eitthvað ennþá umtal þetta er í raun og veru ekkert flóknara heldur en bara sambönd það er bara fyrir mér það þannig að ef þú ætlar að ná að gera góða bíómyndir þá þarf það bara svona númer 1, 2 og 3 er að leikstjóri og framleiðandi séu með gott samstarf þeir eru aðalarnir sem eru algjörlega frá byrjun verkefnisins og til enda fylgja verkefnin eftir í mörg ár þannig að ég líti á það bara að ég sé að ganga í hjónaband þannig að það er bara eins gott að velja manneskjuna nógu vel og það er mikilvægt í báðar áttir þannig að leikstjórar þurfa líka að passa sig þegar þeir eru að velja framleiðanda að virkilega pæla í því er þetta manneskja sem til í að vera í samband með í langa tíma geturðu átt gott samtal hafið þið sömu ástríðu það að sjá sömu mynd fyrir ykkur og þú sést skýr alveg eins og bara í sambandi þú sést skýr hvað viltu, hvað þarftu hvernig samband viltu vin, viltu eitthvað sem bara næra að halda þér á floti sem að borga bara reikningana eða viltu eitthvað sem er kreatív samstarfsaðili hvað ertu að óska eftir frá þínum framleiðanda? Svo stundum líka alltaf hvernig svona stundum líka leikstjórar getur byrjað alltaf verið sem svona prodúser eitthvað en svona gera allt bara alltaf byrjunin svo Cassavetes
hann svona, já, leikstýri, skrifa, leika, prodúsa og allt annað og já, hann ekki eiginlega gera allt, þú veist, sitt stöð bara sjálf, en já, ég held að Sko, það er eitt bara inn í þetta, þú veist, það er alveg ein leið til að gera það. En sko, ég myndi segja að ideally þú veist, það að vera leikstjóri ótrúlega mikið af hlutum, þú veist, það að vera leikstjóri eru margir hattar og þú þarft að átta því hver eru þínir styrkleikar og hvar þarft að bæta upp, þú veist, hvar vilt þú, hvað viltu delegata, þú veist, hvað vilt þú vinna, hver eru þínir styrkleikar og síðan fá besta fólki með þér til þess að hjálpa þér með alla hina hlutina og það að sama með framleiðandann. Að framleiðandinn líka í rauninni ótrúlega mörg störf inn í einu starfi og hver og einn framleiðandi rosalega ólíkur hver öðrum og það þýðir oft ekkert mikið og sér bara einhverju framleiðandi á krediti, þú veist, oft eins og í Bandaríkjunum þá það kannski bara hann framleiðandi og það út af því að hann þekkti aðaleikarann og hann reddaði einum gæja eða eitthvað. Þú veist, það rosa mismunandi, þetta hands-on aðili sem var að vinna í gegnum allt verkefnið eða var hann bara eitthvað aðeins að hjálpa á einum vettvangi og þannig að öll samstörf eru ógeðslega mismunandi og ég myndi segja bara ideally náttúrulega þannig að framleiðandi ná að létta það mikið undir leikstjóranum að leikstjórin ná að fókusera á bara creative hliðina og þurfi ekki að vera fastur og mikið í praktíkinni og þetta það flókið starf að fyrir mér það svona ideal og sömuleiðis með framleiðandan að framleiðandi eins og því ég byrjaði að vera framleiðandi þá var mitt starf í rauninni bara, þú veist, að redda mat og passa öllum leið vel og, þú veist, og vera í sambandi við alla og koordinata og passa allir væri í réttum tíma og, þú veist, bara passa allt væri í lagi. En það var oft bara eitthvað að hlaupa og ná í samloku. En, þú veist, því eldri sem ég verða, því lengur sem ég í þessu, að því meira náttúrulega mikilvægt að ég nái að delegata mínu verkefnum og ég sé ekki sjálfur of mikið að hlaupa eftir samlokum, að ég nái að sjá heildarmyndina og passa að allt sé að ganga upp í stóru myndinni. Þú veist, út af því ég náttúrulega líka að díla við alla erlendu aðalana og svo framvegis og ég vil líka geta hjálpa í rauninni leikstjóranum og þeim sem að vinna í myndinni þegar þeir eru að kafi í að vinna að passa, þú veist, erum við að ná allir sem okkur vantar að ná, þú veist, og passa creatively líka að við séum að ná því efni sem að leikstjóranum langar til að ná. Það er eitthvað Hvernig myndir þú útskýra svona sambandið við leikstjórana sem þú ert búin að vinna með eins og Hlynur Pálmason og Guðmundur og líka nýja Þórður Pálsson, hvað myndir þú útskýra allt svona, veit ekki, svona experience-ið með þá, svona vinna með þá? Það rosa erfitt, þetta svo bara svo mismunandi, það svo rosalega mismunandi öll samstörf. Það sem ég segja, þetta svona eins og bara sikkvort sambandið, veist að allir hafa mismunandi þarfir og að vinna mismunandi máta, en eins og með Þórða, ég náttúrulega vann ekki mikið með honum þar var ég bara meðframleiðandi, veist, þannig að það voru aðrir framleiðandi sem voru að sinna í rauninni voru aðal samstarfsaðilar hans, þannig að náttúrulega Hlynur og Guðmundur ég búin að vinna með í ansi mörg ár, veist, en þeir eru til dæmis rosalega ólíkir báðir tveir, veist, hvernig við vinnum saman mjög ólíkt og ég veit ekki alveg hvernig ég get ekki allavega í stuttu máli útskýrt. Er einhver svona erfiður eitthvað svona leikstjóri? Er ekki góð svona spæs eða ekki neitt svona? Ég held að allir leikstjórar eru erfiðir, sko. Ég held að það sé ekkert, sko, þú veist, ég meina þú þarft að vera erfiður og alltaf að vera leikstjóri. Það er svolítið, en þá er ég ekki að meina og ég er ekki að meina vonda máta. Og þú veist að það er bara, þú þarft að vita hvað þú vilt. Þú þarft að vera ansi, sko, og þú þarft að vera demanding, en þú þarft að geta gert það á góða máta þannig að þú fái fólk með þér. Þannig að þú sért ekki bara að skamma fólk og segja því nei, gerðu meira svona, af hverju skilur ekki hvað ég vil. Þú veist, þú verður að kunna að vera skýr í hvað að ná að koma þessu sem er inni hérna, að koma því áleiðis til allra sem þú ert að vinna með. Og það er erfitt, þú veist, það er drullu erfitt og það tekur á. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að það sé traust og það sé nógu góð samvinna til þess að maður geti komist í gegnum þetta án þess að fólk verði bara geðveikt. Þetta tekur alveg gífurlega á eða ætlar að gera þetta vel. Ég held að það sé alveg mjög gott svona, gott svona ráð fyrir leikstjórum, ég veit alveg, ég er bara mjög sammála, hvað svona, hvernig hvað myndir þú segja að það er svona uppáhald svona myndin sem þú ert búin að vinna með, svona, hvað Það er alltaf bara nýjasta myndin. Alltaf nýjasta, já.
þetta er allt einhvern veginn eins og börnum hans. Síðan setur það smá í samhengi þegar maður eignast alvöru börn og þá allt í einu svona fattar maður, já ok, þetta eru bíóbörnin mín, það er svolítið öðruvísi. En þetta er einhvern veginn svona alveg, þetta verður einhvern veginn bara svona all-consuming lífið manns, hvert og eitt verkefni. Og maður elskar einhvern veginn öll verkefnin svo mikið. Þú veist, þetta er svo mikið sem þú setur, ég hef sett svo mörg ár í mínu lífi í hvert og eitt verkefni. Og ég er ennþá að svara tölvupóstum út af Hvalfirði sem kom út, 12 árum síðan. Þannig að þetta er einhvern veginn svona alltaf, þetta bara heldur áfram. En fyrir mér er bara alltaf svona mest spennandi er nýjasta verkefni sem ég er að vinna í. Það er náttúrulega eitthvað sem langar eitthvað að segja eitthvað svona úr nýju myndina með hlýðin eða eitthvað svona, hvernig bara gengur bara? Já, það gengur mjög vel fyrir utan það. Við erum í fyrsta skipti í þeirri stöðu að við erum eiginlega búin að klippa hana en við erum ennþá eftir að skjóta smá. Já. Við lentum í því vesenni að okkur vantaði 2 senur sem áttu að vera snjór og alveg svona vel kalt og síðan allt í einu bara er ekkert búið að vera kalt síðustu 6 vikur. Þannig að við, þú veist, já, það er bara staðan. Þannig að við erum komin mjög langt og er ógeðslega ánægð með hana, alveg fáránlega spenntur fyrir að sýna hana. Og já. Hvernig langar þú að gera eitthvað fleira til að bara framleiða? Langar þú eitthvað svona, þú veist, gera þína eigin mynd eða hvað? Hefur alltaf hugsað það eitthvað svona? Kannski því að ég er gamall. Þú veist, núna er ég of upptekinn bara mér finnst ógeðslega gaman að framleiða og það fittar mig vel og nei, ég veit það ekki. Þú veist, ég hugsaði einhvern tíma því ég byrjaði að fór einhvern tíma á eitthvað svona fyrirlestur einhverja heimildarmyndagerðarmanni, Viktor Kosakowski. Og það var ótrúlega gaman, það var í Berlín og ég hef ekkert mikið pælt í heimildarmyndum fyrir þann tíma. Það var gaman og svona eldri kall sem voru að sýna eitthvað á myndunum hans og þetta var alveg bara svona, þetta var klikkað flott. Og síðan var svo gaman að hann var svo spenntur sjálfur fyrir því hvað hann var að gera að hann gat ekki setið kjur. Hann bara var alltaf standandi og labbandi sviðið og eitthvað og var eitthvað svona, það var með svo miklu orku, það var bara eitthvað, vá, kannski ætti ég að gera þetta er gaman. En síðan er ég núna að framleiða heimildarmynd og shit hvað það er erfitt, sko. Veist, það er bara, það er nógu erfitt að gera leiknamyndir en heimildarmyndir geta verið, veist, það er bara klikkun. Það er allt og lítið fjármagn í heimildarmyndir og þetta tekur oft bara, svo rosalega langa tíma. En já, ég býst við að ég muni framleiða allt mitt líf. Ég sé ekki fyrir mér annað eins og er. En aldrei sé aldrei, skilur. Ef það myndi eitthvað dett upp smörg, svo ég brenn fyrir ykkur. Hvað myndir svona að segja svona, hvað var svona mismunandi svona að framleiða mynd svona, þú veist, fyrir svona, þegar þú byrjaði til bara núna, eða hvað er svona, hefur eitthvað breyst eitthvað, hefur eitthvað svona, já. Hefur eitthvað breyst í bara ferlinu? Bara ferlinu, já. Þetta er rauninni bara þróast og stækkar. Stækkar, já. Já, þú veist, þetta er svona bara eitt skref í einu, þú veist, og það til dæmis, eins og öryggi til þess að geta gert fyrstu myndina, kom svolítið út frá því að maður gerði nokkrar mismunandi stuttmyndir og síðasta stuttmyndi sem ég gerði áður en ég gerði featuremyndina, hún var, þú veist, alveg svona frekar eðlilegt krú, þú veist, 25 manns eða eitthvað og 7 tökudagar og þá hugsaum við bara, ok, þú veist, þetta er, þú veist, nú erum við búin að gera þetta og við gerum bara þetta sinnum, þú veist, 5 vikur í viðbót, þú veist, það er ekkert mál. Þú veist, þannig að þetta er bara svona alltaf að stækka aðeins meira og aðeins meira og þannig að það er búið að þróast í rauninni mjög svona eðlilega í gegnum árin og alla mínu fyrri myndir sko meðframleiddi ég með Danmörku og síðan núna til dæmis nýjasta myndin mín er ég meðframleiða með Danmörku, Svíþjóð, Frakklandi og Finnlandi og við erum svona búin að extenda þetta alltaf að svona bæta við aðeins fleiri og fleiri samstarfsseðlum og það verður alltaf í rauninni svona aðeins einfaldara og þægilegra út. Ég er alltaf svona að finna, fyrir mér er þetta alltaf svona líka, maður er aðalmálið leikstjórinn, að finna réttu samstarfsseðluna í leikstjórinum og síðan er það svona, finnum við saman hver er besti búningarhönnuðurinn fyrir okkur, hver er besti leikmyndahönnuðurinn fyrir okkur, klippari, tökumæður, allt þetta og sömuleiðis þá hver eru mínir framleiðendur erlendis og það er alltaf þægilegt núna að nú er ég með bara svona hópa fólki og við tölum saman og finnum leiðir, búin til framtíðarplan, búin til, núna fyrir næstu mynd getum við fengið pening þarna og þarna og þarna og það verður alltaf bara svona einfaldar og einfaldar í rauninni með hverju verkefninu. Vildur þú gefa eitthvað svona fleira ráð við bara, þú veist, fólk sem langar, þú veist, leikstjóra myndir og hvað ætti að gera, þú veist, svona, reyna að hafa svona gott samband við svona framleiðina, viltu
gefa fleira ráð eitthvað, eða er það bara að reyna að hafa gott samband? Já, bara eins og þetta, að velja rétta aðilann sko, að svona virkilega, þetta er alltaf að vinna í sjálfum sér og vinna síðan í þessum samböndum og að sko treysta gött tilfinningunni. Það er svona kannski aðalmálið, en síðan þetta finnst mér bara svona svolítið spurningi hvað áttaði á því hvað þú þarft og því fyrst sem þú finnir náttúrulega bara einhvern svona góðan vin, samstarfsal sem þið langar til þess að þú treystir og þið viljið gera allt saman, það er rosa mikils virði. Þetta er hópasport, þú getur ekki gert þetta einn, þú getur það, en þú finna þín eigin leið, Já, en það er bara svo mikilvægt að finna sitt teymi og að reyna ekki að vera einhver alvitringur og ekki, hvað maður að segja, ekki svona, hvað er orðið eftir? Ekki reyna að stjórna öllum, þú þarft að finna samstarfsaðila og þetta er, búa til kveimd að gera teymi, það er bara, það er svona aðmálið. Já, er eitthvað fleiri spurningar fyrir sal eitthvað, vil ég inn að hér? Mér finnst mjög áhugavert að þú hafði fyrst áhuga á því að vinna við þetta í háskóla. Myndirðu segja að það var svona rétt tími fyrir þig? Myndirðu segja að öllu sem þú varst að vinna með varstu seinna á þessu, passar inn í hópinn strax af öðru kvikmyndafólki? Hvernig var þetta í byrjun að byrja svona í háskóla? Ég er náttúrulega bara ég vissi ekki af þessu fyrir þá. Þannig að fyrir mér bara þessi heimur opnaðist ekkert fyrir en bara þarna 20. Þannig að mér fannst ekki eins og ég var að missa neinu, ég vissi ekki að þetta væri til bara. Og síðan, en það var alveg einfalt í raun og veru að hoppa inn í það, út af því ég átti vin. Það snýst alltaf bara einhvers konar vináttu og síðan var ég bara aðstoða hann og þá bara svona hægt og rólega kemst maður inn í þetta. Einhverju fleirar? Halló. Sem start, hvernig lítur svona vinnu, náttúrulega langt tímabilið, hvernig lítur þú út kannski 6 mánuðir að vinnu í kvikmynd? Þetta mæta marga fundi, eitthvað svara, stöðu mest í tíminn í að svara meilum eða ætti alltaf tökustafnöðum, hvernig er þetta? Já, mjög góð spurning. Þetta er alltaf ótrúlega mismunandi og það er það sem gerir þetta skemmtilegt. Þannig að fyrir mér, ég er bara konstant, ég er alltaf að flakka á milli að vera í þróun, undirbúningi, tökum, eftirvinnslu, markaðssetningu, kynningu og svo framvegis. Ég myndi segja örugglega mesti tími minn fer í tölvupósta því miður, og samtöl. En ég og sumir framleiðendur fara mjög lítið á sett, en ég hef gert það að venju mín að ég er alltaf á setti. Þannig að alltaf þegar við förum í tökur, að þá er ég þar. En já, þannig að ég er mest, fyrir framleiðandi fyrir mig, ég er mest í tölvupóstinum og í símanum og á fundum og Excel, budgeting og allt þetta. En síðan það sem gerir þetta skemmtilegt er hvað þetta er ótrúlega mismunandi með hverjum ég er að vinna og á hvaða tímapunkti í ferlinu. Og ég er líka að gefa ráðleggingar, þannig að ég er að lesa hellinga handritum og gefa punkta á það, hjálpa leikstjórum og handritshöfundum að þróa áfram hugmyndina sína. Síðan er ég að hjálpa þá við, við erum að búa til ykkur grafík, við erum að búa til trailer, þannig að þetta flakkar alltaf, á milli þessara mismunandi vinkla, nú er ég að tala við dreifingaraðala og ræða markaðsherferðina og fara í gegnum mismunandi möguleika, fara í póster, trailer, etc. Og síðan á sama tíma er ég að gefa feedback á handrit og horfa á myndina milljónsinnum, gefa feedback á klippið, á hljóðið, á subtitles, fáránlega mikið vinna í subtitles. Það er bara þetta flakkar rosa mikið á milli og það er það sem gerir þetta ógeðslega skemmtilegt. Ég skil með eina annan spurningu, hvað myndirðu útskýra nýja þessa kynslóð fyrir íslenska kvikmynda? Myndirðu eitthvað svona, ég veit ekki, er einhver með svona eitthvað þessi kynslóð með eitthvað stíl eða meira svona variety við svona íslenskar myndir eitthvað, hvernig myndirðu finnst það? Hvað meinarðu? Ég meina kannski svona, ég veit ekki, svona nýlega kannski svona fá sem aðeins meira eitthvað svona listrænar myndir eitthvað, það sem ég bara sé að segja, bara hugsa meira svona listrænar leikstjórnum eins og
Rúnar Rúnarsson og Hlynur og þannig og svo líka komið, já, bara útskjöf svona hvernig heldur bara, já, ég veit ekki, hvernig þessi kynslóð og eitthvað. Já, hvernig þetta þróast eða? Hvernig þróast þetta, hvernig finnst þér, já, hvernig það þróast bara nýlega, sko? Sko, mér finnst ég held að það komi, þú veist, með einmitt Dag Kára, Rúnar Rúnars og fleirum og Grímur Hákonar og Ísold og þú veist, það er margir búið að vera ótrúlega mikið af flotti kunningjarmenn núna síðustu 10 ár og sem að kom svona einhver bylgja, ég meina, það er alveg magna hvað við erum búin að eiga mikið af sko myndum á svona stærstu kvikmyndahátíðunum síðustu 10 árin. Þú veist, við áttum fundum með þýsku framleiðendur fyrir stuttu og þau voru allir bara hvernig farið þið að þessu. Þú veist, þeir búa til einhverjar, þú veist, 100-200 myndir á sama tíma og við búum til, þú veist, 6 og þeir eru kannski ekki með neina mynd eða bara með eina mynd af þessum 200 á okkur hátíð á meðan við erum með 1 eða 2 af 6. Þannig að árangurinn búinn að vera fáránlegur og þú veist, þetta bara svona steady upp á við og við eigum ennþá svo mikið eftir en ég held að við séum núna að þróa svolítið í sko og eins og það er að gerast á mörgum stöðum að það er svona þessi að það hefur verið skortur kannski svolítið á meira commercial myndum og svona genre og svoleiðis og það er svona hellinga tækifærum þar og ég held að svona hægt og rólega séu við að byrja svona leikstjórar líka að byrja að reyna að fylla upp í það skarð og ég held að það sé svolítið svona í framtíðinni núna að sé að núna þetta er mjög erfitt að fjármagna líka og vera sustainable ef þú ert að gera svona millimyndir sem er svona, þú veist, það er svolítið það er einfaldast ef þú nærð þetta er svona annarkvort að gera rosalega gott arthouse, rosalega góða listræna mynd sem að næra á stærstu hátíðarnar og ég held að við munum halda áfram að achieva því núna næstu árum og við höfum aldrei til dæmis komist inn í aðalkeppninni í Cannes eða aðalkeppninni á Feneyjum eða Berlín og það er eitthvað sem ég held við munum ná á næstu árum en ég held við munum líka á næstu árum ná að gera betri, þú veist, og fleiri og betri commercial fyndnar myndir, þú veist, spennandi og svo framvegis, þú veist, það er, maður finnur það líka er að byggjast upp. Eitthvað fleiri spurningar? Svona. Já, hvernig hittir það Hlyn Pálmason? Hlynur Pálmason, að pínu fyndi það sko, í raun og veru hérna, ég held að Guðmundur félagi minn, leikstjóri, hann hafi hitt hann fyrst í Danmörku þegar þeir voru báðir að sækja í danska kvikmyndaskólann og hérna var svolítið fyndið með hvernig þessi tvær mismunandi svona leiðir urðu til að Guðmundur sótti í danska kvikmyndaskólann 3 sinnum og fekk alltaf neitun og í síðasta skipti, þú veist, í annað skipti fekk hann neitun út af því að hann var ekki nógu góður í dönsku, 3. skipti fekk hann neitun, þá var hann orðinn nógu góður í dönsku en þá fannst þeim mann vera bara orðinn kominn of langt og þá held ég að það hafi verið sama ár sem að Hlynur Pálmason komst inn í skólan. Þannig að Guðmundur var neitað í 3. skipti, Hlynur komst inn og þá ákvað ég og Guðmundur bara ok, þá vorum við svolítið að tímamótum, við vorum búin að lengi að brasa í þessu og þá vorum við bara ok, fuck it, við verðum bara að kýla á þetta. Við bara gerum núna bara 2 góðar stuttmyndir og komumst til Cannes, við sögðum bara við alla, við ætlum að fara til Cannes og það gekk og þá náðum við að fjármagna okkar fyrstu mynd. Þannig að sama tíma var Hlynur Pálmason í danska skólanum, þannig að hann fór skólaleiðina og við hina leiðina og ég byrjaði raun og bara að tala við Hlynur meðan hann var í skólanum og horfði mitt á, sá ég mitt fyrst í þessum sal, þá sá ég mitt fyrst einhverja stuttmynd sem að Hlynur hafði gert í kvikmyndaskólanum og síðan byrjuðum við bara að spjalla saman á netinu og hitt hann í fyrsta skipti einhvern tímann 2012-13 þegar við vorum að fara það í fyrstu stuttmyndina sem hann gerði eftir kvikmyndaskóla og ég er búinn að gera síðan allt með árum síðan þá. Svona. Og hvar sækir þú innblástur? Hvað segir þið? Hvar sækir þú innblástur? Gagnvart hverju þá? Bara kvikmyndir, að gera undir. Innblástur gagnvart hvers konar myndum eða þú veist, að bara því, bara vinnun eða hvað meinar þú? Að vinna í það. Sko, ég veit ekki alveg hvað skal segja. Kannski ekki alveg rétt vegna þess að sko, það eru leikstjórnir sem þú ert að vinna með. Það eru þeir sem að koma með hugmyndar fyrst og fremst, ekki þú sem framleiðandi það. Já. Það ná kannski við það. Ég ert að meina þannig, sko, gagnvart hverju einu verkefni? Yes. Ok. Nei, já, sko þú veist, þær myndir sem ég hef verið að gera núna, að ég hef ekki, stundum er náttúrulega kemur hugmyndin bara frá framleiðandarum og framleiðandi ræður handriðshöfund og leikstjóra og svo framvegis,
en ég hef ekki unnið hingað til á þann máta. Þannig að ég hef alltaf bara valið leikstjóra og oftast hefur það verið þannig að ég hef valið leikstjóra sem líka handritshöfundur, þannig að þeir komu með hugmyndir og ég síðan bara hjálpa þeim að þróa það áfram. Þannig að ég er bara að velja minn creative partner sem þessi handritshöfundur leikstjóri og síðan núna reyndar í fyrsta skipti núna fann ég til dæmis bara handritshöfund og síðan fann ég leikstjóra til þess að vinna það handrit áfram. En já, þannig að fyrir mér er það ekki sem sagt, ég er ekki að ég er bara að lesa mjög mikið af handritum og ég vel mér mín verkefni mest út frá manneskjunni, út frá leikstjórunum, að ég tengi við þann aðila, en líka auðvitað út frá handritinu og hversu skýr sýn leikstjórans er á handritið, hvort að það sé eitthvað sem ég sé spenntur fyrir. Hvernig var hana tilfinningin að fara í Cannes eða hvernig bara svona... Hvað er fyrsta skiptið? Já, það er fyrsta skiptið, hvernig var svona... Það var ansi klikkað, sko. Já, ég bara trúi því bara, mér finnst þetta bara eitthvað svo, já, bara... Þetta var mjög absúrt, sko, en ég held að ástæðan fyrir að við trúðum að við gætum þetta var bara út af Rúnar Rúnarsson var bara að gera þetta. Þú veist, og við þekktum hann, og það fyrst að hann getur gert þetta, við hefum líka gert þetta. Þú veist, og ég held að það sé að góða með litla Ísland, að við höfum þessa trú svona, þú veist, ef einhver í kringum hann getur gert þetta, það er alltaf einhvern veginn svolítið nálægt okkur. En við, sko, þetta var samt absúrt, við sögðum, við skrifum 2011 á blað, bara eitthvað svona, heyri, viltu taka þátt í þessari mynd og við ætlum að frumsýna hana á Cannes 2013. Og það var svolítið absúrt og fólk hló bara að því, sko. En síðan komist við inn og það voru 3500 myndir sem að sóttu og við, þú veist, það voru bara 9 sem voru valdnar. Þannig að þetta var svona alveg svona insane einhvern veginn að komast síðan inn og hvað þá síðan unnum við verðlaun og þú veist, fórum baksviðs og VIP með öllu frægafólkinu og allt þetta var bara svona absúrt. Já, ég trúi því alveg, en það er alveg hvernig að gera myndir er svona bara gera það, þú veist, bara alveg... En við líka, ein ástæðan held ég að þetta gekk er út af því að við vorum með mindsetið. Þarna, þú veist, þannig að við vorum bara, ok, við þurfum að leggja allt í þetta. Ef við ætlum að ná þessum árangri, þú veist, þá þurfum við að leggja allt í þetta. Ég held að ég er alveg sammála að reyna, já, bara fá þetta óslega gott mindset til að gera bara, þú veist, ekki bara senda mynd balkan, líka bara gera mynd, sko, alveg. Bara, og það skiptir máli að sko fá alla með þér, þú veist, að leikarar og tökulega allir séu með sömu tilfinningu að þau hafi þessa trú. Allir að vera alveg á svona sömu blaðsíðu. Fleira þá? Já, er einhver með spurningur? Ok. Þetta var mjög áhugavert en Anton, það sem við talum áðan, sko, hvað þú vinnur vel með í gegnum pródúsjónum. Þú veit maður að sumum framleiðendur gera það ekki. Og líka það hvað þú getur unnið vel með leikstjórunum, síðan stundum það ekkert alltaf að ganga alveg upp og við þekkjum þetta hérna, director's cut til dæmis. Þegar þá þekkjum nokkur kvikmyndaverkefni hérna heima þar sem að framleiðandinn hefur sko ekki verið sammála leikstjórunum og það hefur komið upp konfliktar. Þú verðist ekki hafa lent í því og hérna, er það vegna þess að fylgjast með tímann? Ég held að það sé svona blanda. Aðalmálið sé bara að velja rétta aðilann, sko. Já. Þú veist, þetta er eins og ég segi, þetta er aldrei eitthvað bara einfalt. Þú veist, þetta er ekki eins og öll sambönd, þú veist, þetta er ekki auðvöld, þú þarft að leggja mikla vinnu í þau og þannig að ég held að það sé bara svona partur af þessu að treysta þessari gött tilfinningu að velja rétta aðila og réttu verkefnin og síðan að vera með nógu góðu samskipti alveg frá byrjun til enda, þú veist, að passa að við séum á sömu blaðsíðu. En ég held að það sé líka heppni, ég held að það sé blanda þessu öllu, sko. Ég þekki svo marga framleiðendur sem hafa lent í alls konar rugli, það er rosalega sögur, sko, og það er aldrei einhliða. Mér finnst það líka oft sorglegt, sko, það er oft málað upp eins og að sé einnig bara vondikallinn, en þetta er alltaf, vandamáli líkur alltaf báðum megin. Það þarf tvo. Já, æfilega. En það er sko eins og samtal kom talandi Danmark og annað á Danmjölu Lars von Trier, sko, og svo samstæðið með Peter Aalbæk. Þú þekkir kannski hvað aðeins til þess, en þeir hefðu tekist að vinna saman, þó ég held að séu fleiri ólíkir karakterar. En
þar eru þetta aftur á móti framleiðandi sem mjög svona grótesk, sko. Og hann tekst ekki með þeim hætti. Já, svolítið gamla kynslaðin. Já, þetta er mikið þannig, sko. En svo er líka annað kannski, ég veit ekki hvort það eru vitað hérna krakkarnir að sko það er munur á framleiðandi í Bandaríkjunum og í Evrópu. Það er kannski snert á því. Þú þekkir evrópsku framleiðendur. Já, það er alltaf svo rosa, þú veist, það er svo mikil munur á öllum framleiðendum. Þú veist, í Bandaríkjunum er alltaf öðruvís út af þau hafi getað styrktarkerfi sem við höfum. Þú veist, þannig að það er svona stærsti munur bara hvernig við fjármagnum myndirinnar. Þú veist, þau þurfa svo mikið bara að treysta á það að þau geti fundið sko fjárfesta sem geta fengið peningi sinni tilbaka eða eru til í að taka áhættuna. Við erum mjög heppin hérna í Evrópu að hafa þetta styrktarkerfi sem við erum með. Þannig að það líka litar svo mikið, þú veist, hvernig framleiðslan er í Bandaríkjunum. En það er að leiðandi líka, þið sjáu oft í Bandaríkjunum að það eru svo rosalega margir framleiðendur og þá er það svo oft út af því að það er, þeir, þú veist, einn kemur með pening, einn kemur með talent, einn er að, þú veist, nokkur er að vinna hands-on, þú veist, einhver er bara að tengja eitthvað, þú veist, þetta er svo, já, en rosa mikið bara fólk sem kemur með einhvers konar peninga inn í verkefnið. En það er ekki kannski meira í Evrópu að sko leikstjóri, það er leikstjóri sem er með handrit og hugmyndina. Þessu sérstaklega þessir art-leikstjórar, sko. Og finna sér síðan framleiðanda. Í staðan fyrir þau lítum á, sko, hérna stóru, hérna, kvikmyndafyrirtæki, sko. Já, sérstaklega, hérna, í Hollywood og það. Þeir bara pikka sér leikstjórar verður oft ekkert númer. Algjörlega. Já, og það er náttúrulega bæði í Evrópu og Bandaríkjunum, en ég skil hvað meinar það, þessi meira þessi stúdíu og stærri batteríin, og þetta er náttúrulega líka svo mikið í sjónvarpinu, að þá er það sem að handriti ræður og það er meira bara verið að versla handrit og síðan er ráðinn inn leikstjóri inn í það. Það er svona ekki þetta auteur pæling eins og er svo mikið í Evrópu. Það er bara svo iðnaður. Já, einmitt. Ég er að fá hérna með þessu styrktarkerfi, þessi kvikmyndamiðstöð og allt þessi evrópsku fyrirtæki styrkja. Gera þeir eitthvað kröfur? Láta þeir eitthvað alveg í friði? Eru þeir með eitthvað svona, þú veist, hugmyndir hvernig myndirnar að vera fyrst þeir eru að gefa peningin? Eða láta þeir eitthvað alveg í friði? Já, sko, við erum heppin og mestu leyti leyfa okkur að vera í friði, sko. Það fer rosa mikið eftir, sko, allan svona þessi venjulegu sjóðir. Eins og KMI og aðrir svona sjóðir, þeir eru bara með ráðgjafa og þeir gefa sér þetta álit og koma með einhverja punkta. En þeir eru ekki eitthvað að reyna að hafa áhrif eða breyta því hvernig maður er að gera myndina. Þeir reyna bara að koma með, þeir koma bara með sitt álit og síðan reynir maður að nýta það sem við á. En það er ekki fyrir nú byrjarurinn, það sem verður bara hættulegt þegar þú byrjar að fá private pening, eða þú fær svona aðila sem að það er svolítið mikill munur í hversu marga punkta þú færð. Fyrsta lega náttúrulega því óöruggari sem þú ert og því mikið meiri byrjandi sem þú ert, en líka því meiri svona, ef þú færð pening sem hvað maður að segja, sem þessi fjárfestingapeningur. Það er bara svo, og það er það sem er erfitt við bandaríska indie-markaðinn. Þar geta þeir verið að hafa miklu meira áhrif heldur en hérna. Ég get alveg séð svona, já, mikla lærði með svona ameríska indie og stundum hef alltaf séð alltaf svona marga svona independent svona ameríska myndir bara í YouTube, sko. Það er alveg byrjað að koma líka svona eitthvað bylgja þar bara í Ameríku sem kannast eitthvað svona folk filmmaking sem er bara fólk bara gera myndir bara senda það á YouTube og þeir bara geta ekki gert að vinna með svona Hollywood systemið þannig. Þessi bara, já, þessum. En pælið því til þess að Óskarsverðlauna myndi núna að Nora, hún sáðu budgetið hennar. Það var 6 milljónir, já. Já. Það var. Þetta er bara eins og Volaland, skilju. Þetta er bara, en síðan eittuðu sko þrefalt því í Óskars herferðina. 18 milljónir dollara bara í herferðina til þess að fá Óskarinn. Leikstjóri fekk ekki krónu. Nei, einmitt. Og það er líka hitt, skilju, eins og fyrir okkur að þegar það gengur vel með myndinu okkar, þá þýðir það sko meiri vinna fyrir mig og leikstjóran en við fáum ekkert meira borgað. Þannig að ef það gengur vel og við förum á hátíðir og allt þetta og þurfum að fara í Óskars herferðina og allt þetta, það er bara hellingsauka vinna, en það er engin meiri laun, en þetta skiptir óslega miklu máli fyrir næstu verkefni og allt það. Já, það ekki einmitt það sem er að gera, vegna þess að því fólk farið þarna inn og vinni til verðlaunum og stuttningu á Cannes. Þá eru þeir sem að
eru með peningan í vasanum, þeir eru tilbúinir að koma inn og aðrir samstarfsaðilar þetta hjálpar. Þetta bara svona tröppugangur. Það alltaf bara svona meira og meira að fá þessa gæðastimpla sem að hjálpa þá til að einfaldara að fjármagna. Og til dæmis eins og núna, munurinn á fyrir mig núna verkefni sem ég að gera versus áður. Mesti munurinn til dæmis, bara ef við tölum í dag, að ég með nýtt verkefni og í fyrsta skipti ég með verkefni þar sem við erum búin að vinna okkur inn það traust að dreifingaraðilar út alla Evrópu eru búin að kaupa myndina bara út frá handriti. Út af þau bara treysta því og eru það spennt fyrir að þetta verði gott og þá það er mjög næst tilfinning að þessi bara þetta traust að þau eru bara búin að selja næstu í alla Evrópu og án þess að þau hafa séð neitt. Það er frábært. Já, bara hérna eitt í viðbót, það koma Eitt annað líka bara að nefna varðandi hlutverk framleiðanda sem ég áttaði mikið á áður, hversu stór partur af því er í rauninni að vera hálfgerður sálfræðingur. Og það er líka bara svona í framleiðslu, í verkefnum engin svona HR manneskja, manneskja sem leita til við vandamáliðin, þannig að framleiðandinn yfirleitt aðilinn sem að fara að díla við vandamál allra í gegnum verkefnið. Já, það er nefnilega það er að vera þessi diplómat. Kannski ég bara að fá að lána annan mikrofón inn hérna. Sko, ég ætlum bara að fá að setja þér hjá þér aftur. Hann er alveg svo frægur, hann það gera svo góða hluti. En ok, og það verður gaman að fylgjast með þér gegnum tíðina, sko. En ég var búinn að segja það í gær og fyrir í dag að við ætlum að tilkynna ný verðlaun. Og af því að Anton er hérna hjá okkur, þá eru nýju verðlaunin sem að verða núna veitt í kvöld eru framleiðendaverðlaun. Sá sem að hérna hefur átt í að framleiða myndina og við vitum það er stundum flókið hjá ykkur því þið eruð ekki að tilgreina í kreditlista hver er framleiðandi og ég ætla bara að biðja ykkur það eins og ég myndist á það í gær, þið megið ekki senda og það verður ekki hægt lengur að senda inn mynd á hátíðina án þess að sé kreditlisti. Það er bara, það er bara enginn sem á þessa mynd ef það er ekkert á henni. Og hérna á sama haus og hali verður algjör og kröfur á hátíðinni hérna í frá og ef það er tiltekinn framleiðandi þá setjið hann eða hana á myndina, á kreditlistan og eða þá að stundum er þetta leikstjórinn eða einhver aðrir sem eru líka að gera leikmynd og eins og hérna Anton var að tala hérna áðan að hann fór svo til mat fyrir liðið og svona var skráður framleiðandi sko. Þannig að hérna Ég er ennþá að sækja mat og þrífa klósett og svona en það sem ég gerir bara núna er ég titla mig bara sem framleiðanda. Þannig að ég titla mig ekki sem líka catering og PA og runner og þrátt fyrir ég sé líka margt þetta en það er kannski mikilvægt eins og þú ert að segja það er alltaf ykkur sem er framleiðandi. Sama hvort þú lítir ekki á það þannig, sama hvort það sé kannski bara að það er leikstjórinn en þá er hann leikstjóri og framleiðandi og yfirleitt þegar maður er að gera svona lítil verkefni þá er maður rosalega margir hlutir, maður er rosalega mörg og þá er spurningin bara hvað ætlar að kredita þig í mörgum flokkum. Það var svo ein mynd hérna sem að það var alltaf sama nafnið og allir titlarnir alltaf sama nafnið en það er bara gaman að því. En hitt er að þetta er sko kannski gaman að sem samlokunur og það því að hérna dóttir mín hún byrjaði sem smyrja, hún smurði honum í liði sko og hún er núna aðstofa leikstjóri í Baltasar. En hérna en það er ekki bara þetta, verðlaunin eru sem sagt peningaverðlaun sem að Anton Máni er formaður samtaka íslenskra kvikmyndaframleiðenda og félagið það hérna var svo rausnalegt bæði það er búin að styrkja okkur því að þetta hefur verið dálítið erfitt núna síðustu árin hjá okkur og hérna að ætla að gefa 50.000 króna peningaverðlaun. En við höfum, hérna, klappið, en við höfum ákveðið að hafa þessi verðlaun skilyrt. Þetta við viljum líta á þessi hvatningaverðlaun því að maður er búin að horfa á gegnum tíðina svo hæfileika ríka krakka sem við vitum að með þess að byrja að vinna í bransanum eða að mennta sig í þessu. Það eru nokkri hérna sem er búin að fara gegnum sem eru að útskrifast núna
úr Listaháskólanum á fyrsti hópurinn sem að klára þar kvikmyndanám. Og þannig að við útskýrum betur hvernig þessi verðlaun eru, en sem sagt framleiðandinn og þeir sem stóðu að myndinni fá ekki peningin. Þeir þurfa að vinna fyrir honum. Við þurfum að fara að sjá að viðkomandi ætli sér að skal ég segja ykkur, að gera aðra mynd og koma með hann næsta hátíð, þó þeir séu útskrifuð. Þeir eru í skóla núna, þó þeir séu útskrifuð, þá megi senda einn mynd, þó þeir séu útskrifuð. Að því að þið eru að gera hana. Og við erum kannski að hugsa líka að rýmka aðeins þetta með að þetta sé bara framhaldsskóla. Það á eftir að þróast aðeins ennþá. En ef ekki að þakka Antoni, sem þá fyrir hönd stjórnar SÍK, fyrir þessi frábæru nýju verðlaun. Og kannski, vil Anton segja kannski bara nokkur orð varðandi það að verðlauna og draga fram framleiðandann, þegar hún svo sem fengir að heyra hvað það skiptir máli, hvernig framleiðandinn hagar sér og hvernig hann drífur í rauninni verkefnið áfram. Já, ég veit ekki hvað skal meira að bæta við þetta, en nefnum bara með þetta mér finnst gott að ég taldi hugsa að ég vissi ekki eins og af þessu hlutverki eða bara yfir höfuð kvikmyndagerð á þessum aldri. Þannig ég hugsa að frábært við verðum miklu betri í framtíðinni ef að þið sem eru í framhaldsskóla eða fólki í framhaldsskóla veit nú þegar af því hvernig kvikmyndagerð virkar og áttar sig á því að þetta er ekki bara eitthvað einsmannsjobb og fattar að það eru þetta er hvernig þetta fungerar, að það séu framleiðendur og leikstjórar, það sé ekki bara að þetta sé einsmannsjobb, heldur er þetta teymi. Þannig að ég er bara spenntur fyrir því, spenntur fyrir framtíðinni, að menningin, að við sem sagt séum hvernig menntunin er alltaf að vera betri og betri og ég trúi því að hátíð eins og þessi sem er rosalega mikilvæg í þessari vegferð, að við sköpum fleiri sterka kvikmyndagerðarmenn til framtíðar og konur. Bara takk fyrir að gera viðtalið bara, já. Takk sem við leiðis. Já, vona, já, bara komum bara hlýða hana. Já, takk. Það var 10 mínútur hlýð en ekki korter, þetta er smá eftir áætlun.